Ívar, hvað fannst þér að gerast í svona öðrum leiklutanum svona með restina af leiknum? Þið svona koma aðeins tilbaka þar en hver á munum? Við komum tilbaka, má segja svona, við áttum svona 3 spretti í þessu leik. Við áttum svona 2 spretti í fyrri hálfleik og svo 1 í seinni. Og allir þessi sprettir eru að koma þegar við erum að skipta inn á. Þannig að við fengum smá orku frá bekknum og en við vorum bara, þetta var mjög slakt. Andleysi í liðinu og einhvern veginn ekki góð stemming og ekki góð randi yfir hópnum. Það var eitthvað voða, já ég tók líka eftir, það var voða dauf stemming bara einhvern veginn bara alveg lengi framan. Hvað er þetta? Er þetta bara, þið eru ekki fallin, þið eru ennþá úr fallsætinu í bili. Okkur eru menn að láta þessu sé jarðarför? Við erum ekkert úr fallsæti í bili, við erum bara úr fallsæti eins og er. En það er ekki eins og við séum að spila fyrir líf okkar og ég hef ekki alveg að átta mig á hvað út af hverju þær kom ekki alveg snarvittlausu til leiks og það er hluti sem við þurfum að reyna að fatta og reyna að finna út hver ástæðan er. Mér finnst þetta voðalega slappt. Það er mjög einfalt að benda alltaf á einhvern erlenda leikmann en hún var langt frá því að vera góð í dag og spilaði slaka vörn og við áttum 1 sprett þegar hún var út af. Þá áttum við fína sprett og þá tók stelpunir af skarið og sóttu vel en svo þegar hún kemur inn á þá felaði þessi bara og þær eru kannski með boltan og þær gefa alltaf á hann aftur og þannig að þær hafa ekki afsökun heldur þar sko. Nei. Þó að hún er náttúrulega aðal okkur skoraði en þær þurfa þá að sækja líka þegar þær eru með boltan. Þú talar um bekkurinn að skila mjög góðan að koma. Isabella Ósk er með +13 þrátt fyrir að liðið tapa með 18 stigum. Þarf hún ekki bara að fara að byrja inn á það? Hún hefur byrjað alltaf inn á hjá okkur. Ég ákvað að reyna að fá hann inn á núna af bekknum og reyna aðeins að fá minna liðin í byrjun af því þær eru ekkert það stórar og auðvitað virkaði ekki að láta hann ekki byrja inn á en hún hefur byrjað inn á í síðustu leikjum en hún hefur verið svona stigvaxandi hjá okkur. Hún átti mjög góða æfingu í gær og er að koma til eftir meiðsli og hún þarf svona aðeins að fara að klára betur í sókninni en varnarlega upp á hæð þá hjálpar hún en hún er langt frá því að vera orðin alveg tilbúin og við getum ekki haft hana mikið inn á í einu, við þurfum að vera duglegir að skipta henni út af til þess að passa upp á meiðslin hjá henni og ég vildi alveg geta spilað henni í 35 mínútur en við getum það ekki í svona leik þar sem er hraður og það verður að pressa. Þá næ ég ekki að hafa hana það mikið inn á og þannig ég reynir svona að hvíla hana eins mikið og hægt er og hún hefur meira stundu þurft að spila meira heldur en hún hefði. Já, það eru nokkrir leikir þá eftir, þar á meðal Grindavíkurleikurinn sem að svona gæti skilað á milli hvort þið fallið ekki. Er þið bara að horfa til hans eða ykkur aðrir leikir sem þú sérstaklega að taka eftir? Þetta var einn af þeim leikir sem við vorum að horfa til. Við erum með heimavelli og ég tel að við hefum alveg geta tekið Keflavík á góðum degi en við vitum það að Keflavíkurliðið þær eru duglegar og þær leggja sér fram 100% og við vissum það og ég var búinn að segja við mínu stelpur að ef við myndum ekki leggja okkur fram á móti Keflavík þá vinnum við þær aldrei. Já. Og það var bara ástæðan í kvöld, við lögðum okkur ekki nógu mikið fram. Þær koma alltaf að leggja sér fram, svo bara spurning hvort þær hitti eða hvað þær eru að gera en þær leggja sér alltaf fram. Það er styrkleiki Keflavíkur og þær mössuðu okkur í baráttu í dag. Já, herru það bara áfram gakk, gangi ekki vel í næsta leik. Takk fyrir.